Góðan daginn og velkomin á fund borgarstjórnar Reykjavíkur núna þriðjudaginn 18. júní 2013. Við hefjum fund. Fyrst á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna að viðskiptavinir bílastæðahúsa fái frítt í strætó. Til máls tekur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að hafa langt mál þessa tillögu, ég ætla svona aðeins að segja frá tilurð hennar. Ég mæli sem sagt fyrir tillögu sem svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að fela bílastæðasjóði og strætó að útfæra samkomulag að viðskiptavinir bílastæðahúsa geti ferðast með strætó án endurgjalds á meðan bifreiðum lagt í bílastæðahúsum. Þetta er aldrei flókið að útskýra eða koma þessari tillögu skýrt frá sér, en ég vona að fólk skilji út á hvað hún gengur. Hún gengur sem sagt út á það að til þess að gera bílastæðahúsin eftirsóknarverðari heldur en bílastæði í götu, að þá geti fólk notað miðann sem það fær á meðan það með bílinn sinn inn í bílastæðahúsinu sem aðgangspassa í strætisvagna. Þetta mun þannig draga úr því að fólk sé akandi fyrst að leggja einhvers staðar fyrir utan verslun efst á Laugaveginum, svo aðeins niður og svo taki það einhvern veginn bílinn alltaf með sér niður Laugaveginn eða miðbæinn eftir hvernig þetta hvað fólk ætlar að gera, heldur leggja á einum stað og labbi í burtu, það sé í lagi að fjarlægjast bílinn sinn vegna þess að við sköffum fólki far tilbaka með strætó. Þetta bara svona lítil og sæt tillaga og kannski með þeim smærri sem hafa verið fluttar hér í borgarstjórn Reykjavíkur, en þar sem að þetta snýst að bílastæðasjóður og strætó þurfa að komast að samkomulagi, að þá sá ég einhvern veginn ekki annan vettvang sem að gæti falið þeim að klára þetta. Ég geri bara ráð fyrir að borgarfulltrúar taki almennt vel í þessa tillögu. Ég hef svona heyrt í fólki hér sem að ég held að taki bara vel í þetta og við getum bara falið þeim að útfæra þetta samkomulag. Ég veit ekki, það getur vel verið að séu einhverjir hnökrar á þetta sé ill útfæranlegt eða eitthvað, en þá kemur það bara í ljós. En hugmyndin held ég að sé mjög góð og vel þess virði að skoða, og það langt best að fela þessum aðilum að skoða hvort ekki verður að komast að þessu samkomulagi. Fleira hef ég svo sem ekki að segja þetta mál í bili. Vona bara að fólk taki vel í tillöguna. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þessi tillaga held ég að sé svona góður að gjalda verð og alveg þess virði að reyna að finna einhverja útfærslu á þessu. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir sagði að þetta geti verið, væri ekki alveg hreint með útfærsluna, og ég held að það væri þá bara verðugt verkefni fyrir bílastæðasjóð og strætó að reyna að finna flöt á þessu. Mér fannst kannski sem að mér datt fyrst í hug í gærdag var bara hvernig það ætti að fara með ef að þú ferð ekki einn í bílnum, heldur með 4, hvort þú takir þá alla 4 með þér inn, eða þá takir 20 manns með þér inn að því þú komst á mínibus. Þannig að þetta er svona aðeins að reyna að átta sig á hvernig umfang þetta er, en endilega reynum að kíkja á þetta. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara svona lýsa þeirri skoðun minni, en mér finnst eins og fyrir ræðumönnum alveg sjálfsagt að við skoðum þetta. Þetta er náttúrulega kannski fyrst og fremst tekjutap fyrir strætó, þannig að það þyrfti að finna út úr því hvort að strætó hefði áhuga á því að vera í þessu verkefni með okkur, eða hvort að borgin ætlaði þá að kaupa strætómiða í rauninni fyrir alla þá sem leggja í bílastæðahúsunum og vilja nýta sér þetta. Það er eitthvað útfærsluatriði og ég ætla ekki að koma hingað til þess að reyna að koma með koma tillögu flytjandi í einhver vandræði með þetta, vegna þess að það er hægt að leysa þetta og finna út
hvað þetta myndi kosta fyrir hvern og þá er þetta að taka ákvörðun það hvort að menn hafi áhuga á því að láta á þetta reyna og hvort sem að það er þá stjórn Strætó og bílastæðanefndin eða hvort að það er borgarráð er sjálfur sér aukaatriði nákvæmlega í mínum huga en mér finnst sjálfsagt að skoða þetta og tek undir það megin markmið með tillöguflytjenda að það er auðvitað gott ef að menn geta komist hingað niður í bæ á bílnum sínum en ef þeir síðan þurfa að þvælast eitthvað á milli hér á þessu svæði þá geta menn gert það á Strætó, jafnvel farið heim ef að menn þurfa að skilja bílinn eftir yfir nótt. Þannig að megin markmiðin í þessu eru bara ljómandi góð og ég hlakka til að sjá einhverja nánari útfærslur á þessu þar sem við síðan getum tekið tillit til tillögunnar út frá krónum og aurum. Þá hefur Gísli Marteinn Baldursson lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Karl Sigurðsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil taka undir með öllum sem hér hafa talað. Þetta er góð tillaga og þó hún sé ekki stór, þá held ég að hún geti alveg haft heilmikil og góð áhrif. Hins vegar eru náttúrulega ýmiss konar flækjur sem eru fyrirséðar í þessu og þær hafa nú í rauninni allar komið fram. En mér finnst tilgangurinn vera mjög góður. Hann er sá náttúrulega að auka nýtinguna á bílastæðahúsunum okkar og þar með létta á götustæðunum. En auka tilgangur með þessu verður náttúrulega betri nýting á almenningssamgöngum. Þó að sé að ræða ókeypis miða í Strætó þá breytir það mögulega viðhorfi þeirra sem að nýta sér þjónustuna til Strætó til hins betra og eykur þar með mögulega almennt nýtingu á almenningssamgöngunum. Mér finnst þetta góð tillaga en ég held að það sé ágætt að vísa henni til borgarráðs til nánari útfærslu en að það er alveg skýrt í henni að þetta yrði þá eitthvað sem að bílastæðasjóður og Strætó myndu ræða saman og reyna að komast að einhvers konar útfærslu möguleikum í sameiningu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Karl Sigurðsson lokið máli sínu og þá tekur til máls öðru sinni borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góða borgarfulltrúar. Það er mjög djúpar og góðar umræður sem hafa skapast þetta mál. Ég vil bara þakka fyrir jákvæð viðbrögð við tillögunni. Þetta er náttúrulega bara mjög einfalt og basic, útfærslan er ekki komin og eins og borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson sagði, ég meina það þarf að finna lausnir á alls konar svona málum eins og það hvort það er þá bara að vera bílstjórinn eða hvort það er allir sem er í bílnum, hvort það sé einhver hámarksfjöldi með. Ég meina þetta er eitthvað sem þarf það bara að skoða. Ég er alls ekki á því að þetta væri tekjutap fyrir Strætó þó að það væri kannski tekjutap fyrir Strætó vegna þessa eina einstakling sem að kemur þá borð og þarf ekki að greiða en eins og borgarfulltrúi Karl Sigurðsson kom inn á þá held ég að þetta muni jafnvel opna augu fólks fyrir því hversu auðvelt og gott að það er að nota Strætó. Þannig ég held að þetta gæti verið mjög gott fyrir bæði bílastæðasjóð og Strætó og þar með borgina alla. En ég bara hlakka til að sjá hvað kemur út úr þessu og vona að einn góðan veðurdag geti fólk notað bílastæðakortin sín sem passa inn í Strætó. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá afgreiðir borgarstjórn þá tillögu borgarfulltrúa VG að viðskiptavinir bílastæðahúsa fái frítt í Strætó. Þeir sem samþykkja það að vísa þessari tillögu til borgarráðs eins og lagt hefur verið til, gefa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá göngum við til annars liðar á dagskránni.